eina af Pussy Patrol. Og ég heiti Vala og ég er hinn helmingurinn af Pussy Patrol. Já, ég er Ragga Hólm, Reykjavíkudóttir. Velkomnar. Takk hérlega. Gaman að fá þér. Gaman að koma, alltaf gaman að koma. Og getið útskýrt aðeins fyrir okkur, hvað er Pussy Patrol? Já, Pussy Patrol er viðburðarfyrirtæki sem við Björg stofnuðum, sem fókuserar á tónlistarkonur. Og við stofnuðum þetta bara núna síðasta sumar og til okkur fannst svolítið vanta konur í senuna og okkur fannst það augljóst að við sáum svona dagskrá tónlistarhátíð að það hallaði svolítið á konur og þegar Grapevine kom út í fyrra og var með alla nýliðana í hip-hopi það var að fjalla þá var ekki minnst á eina einustu konu og eins og við vitum þá eru bara mjög margar að gera flotta hluti í hip-hopi í dag. Nákvæmlega. Enda við erum búin að spila mjög mikið af hip-hopi með konum. Haldi í lífinu, hugsaðu hví Þröng sínu lið, tómur nakka Temper, don't test my like Það er eitthvað sem biður. Ég búinn að reisa þetta stríð Í þessum þætti. Já, gott að heyra. Og mjög öflugt efni á ferð, sko. Það verður spennandi að fylgjast með þessum viðburði og vonandi verður þetta bara, mánaðlega eða? Við ætlum að byrja þessu og sjá hvað gerist, en já, við vonum að við verðum einhver spennandi verkefni í framtíðinni. Segðu okkur aðeins frá þetta er sitt næstkomandi laugardag, 20. janúar í Gamla Bíó og hvaða listamenn koma fram? Við erum með Fever Dream, Skóplaður skítinn úr eyrunum á þér Alvíu, Alvía Street, Judy Dæturnar, ekki okkur dætur Innan pressan að pressa alka Stend á mínu, salka valka Cell 7 Rakk og Spagetti Handbebóken, hún fikk nála Tvinna hvoru dánað vildi jó og Siggu A Ökur sígn og sökum ofsa feminisma Ég er ekki eins og hinur og þú veist að ég kýsla sem er svona nýliði. Mjög þétt line-up. Já, við erum með stóru kanónirnar. Já, algjörlega. Og ekki miskila, sko, þetta er ekki tónleikar bara fyrir konur, sko. Nei. Þú veist, KBE var ekkert bara fyrir gauðra, skilji. Það voru bara karlmannsattistar. Það má engin miskila það, sko. Nei, bara vonum að sem flestir komi og bara strákar og stelpur, sko. Algjörlega. Algjörlega, og þetta er aðeins meir en bara tónleikar því að það er málþing þarna daginn, ekki satt? Jú. Og sem hún stýrir, hún er ekki Laufey? Jú, Laufey Ólafsdóttir stýrir málþingi og það er út frá BS verkefnin hennar í stjórnmálafræði sem heitir Hip-hop, feminismi, markasvæðing, menningar og þöggunins háværa minnihluta er hip-hop vettvangur fyrir feminisma og hún mun kynna þetta verkefni eða þú veist, já, þessa BS-ritgerð sína og svo verða umræður í kjölfarið og þú veist, þá verða í umræðu panel, þú veist, fólk úr bransanum Erpur, Eyvindar ætlar að mæta og Anna Tara frá Reykjavíkudætrum, Vigdís Hauser sem er Fever Dream og já, við bara vonum að skapist góðar umræður og til við viljum bara, þú veist, allir átti sig á því að, þú veist, konur eiga líka að fá sitt pláss og ekki að gleyma en við erum ekki að halda þeir strákarnir sé eitthvað hafaður út undan viljandi, sko, þess vegna viljum við opna þessu umræði. Nei, þetta er bara líka verið að, þú veist, að skapa plattform Akkurat. í raun og veru, sökkvall bara Nákvæmlega. og allir hjálpa stað og skemmta sér í leiðinni. Og hvar fer miðasalun fram? Á Tix. Já, þannig að þar getið þið nálgast miða. Næleikur í miða strax ára verið uppselt. Algjörlega. Heldur betur. Og er það ekki rétt sem að Pussy Patrol ekki stofnað á Vínil þegar einhver var að þeyta skífum? Jú, en mikið rétt. Ég var að þeyta skífum kvöldi sem að Donald Trump var settur í forsetaembætti í Bandaríkjunum. Akkurat. Og ég svona til stuðnings systra minna í Bandaríkjunum þá gerði ég playlista sem var bara með kvenmanns hip-hop píum og var að spila það og það kom upp að mér tvær bandaríska konur sem hefði bara flúið land á þessum degi og þakkuðu mig bara alveg innilega fyrir að, þú veist, styðja þær og ég var í þessum ból sem að þið sjáðu sem að ég lét búa til sem að stendur Pussy Grabs Back þannig að það kannski þess vegna föttuðu þær að ég væri svona að styðja þær og þeirra baráttur, sko